langar okkur að vita af hverju þú loksins tekur þátt í söngvakeppninni. Sko, þetta var hugmyndin hjá eiginmanni mínum, hún Einari Egilssyni sem að samdi með mér lagið, ég veit það, eða Paper. Og við sem sagt erum náttúrulega alltaf að semja tónlist og sérstaklega mikið núna fyrir hljómsveitina okkar Blissful sem er ný hljómsveit og erum búin að vera alveg í 2 ár svona bara í writing sessions eins og það er kallað, þar sem að þú ert með lagahöfundum og pródúsentum að búa til músík. Búin að vera að gera það mjög mikið og fyrir ári síðan þá semjum við þetta lag út í LA þar sem við erum búsett og þetta lag átti bara að vera fyrir Blissful upprunalega og svo líða mánuðirnir og Einar sko rekur augun í auglýsingun á Facebook að það er eitthvað, núna er að renna út skilafrestur fyrir lögunum og eitthvað og hann segir við mig eigum við ekki að senda Paper inn? Segir þetta bara svona ótrúlega bara eitthvað flatt sko við mig og ég bara, hvað meinarðu, hvert talum, ég skil ekki og hann bara, ég held að þetta lag myndi nefnilega gera svolítið flotta hluti í svona keppni og ég alveg bara, já, þú veist, ég hef einhvern veginn ætlaði mér að keppa sem flytjandi í söngvakeppninni. Ég hef keppt sem lagahöfundur og það var rosa gaman en var svona einhvern veginn, það var aldrei í planinu hjá mér að keppa sem flytjandi. Ég hafði bara einhvern veginn ekki séð það fyrir mér. Og en það var sko 1 dagur þá til að skilafrestur var að renna út sko. Þannig að ég hafði basically 3 tíma að ákveða mig, skilur. Hann var bara, þú verður bara að hugsa þetta og bara sendi þetta inn núna því annars missum við af skilafrestin. Og ég fer eitthvað, þú veist, online og fer að skoða, þú veist, keppnirnar heima og Eurovision úti og svona aðeins að ég hef ekki fylgst kannski nógu vel með þessu. Ég er búin að vera búsett úti náttúrulega í 8 ár og ekki alveg verið inn í þessu svona þannig séð. Og bara sá þá að mér var svo mikið af æðislegum lögum, þú veist, á Íslandi og að keppa úti sem ég var alveg bara, já, þetta þú veist, ég er að fíla mikið af þessum lögum og artistum, mér finnst þetta bara flott og ég sagði bara, já, ég held að ég ætti bara að prófa þetta svona, one time only, prófa þetta, 1 skipti, ég menn akkur ekki, ég hef aldrei keppt í svona áður og þannig ég sagði bara, já, kýlum að gerum þetta. Af því að þú nefnir Viggul Vigfússon, að nú ert þú höfundur þess lags og margir segja að þetta lag hafi svona brotið ísinn fyrir svona, hvað að segja, alternative tónlist í söngvakeppninni. Hvað myndirðu vilja segja við svona lagahöfunda sem eru kannski á þessu grensunni og keppendur? Eiga þeir að taka þátt í söngvakeppninni? Sko, ég menna, þetta er bara fyrir alla, því það getur hver sem sett inn lag og ef að lagið er bara, þú veist, nógu gott, þá náttúrulega kemst það í gegn og þegar allir er rétt á sér, þú veist, að keppa í svona keppni. Og reyndar þegar ég sem Viggul, þá var einmitt, ég held að þetta hefði verið 1 ári sem var þetta format þar sem að það voru valdir, sko, held ég, 6 eða 8 lagahöfundar, sko, og við vorum látin semja 3 lög á mann. Þannig að þetta var svona, og þetta kallaðist laugardagslögin eða eitthvað svoleiðis, og þetta var aðeins öðruvísi. Þannig að og þá einmitt sko var Barði með Mercedes Club lagið sem var einmitt, þú veist, og við vorum þau einu sem vorum með svona danstónlistarlög og þau bæði urðu náttúrulega mjög vinsæl þessi lög þó svo þau unnu ekki sko. Nei, mjög vinsælt Viggul Vigfússon. Já, og ég sko í raun og veru samdi það bara fyrir Haffa, hann er góður vinur minn og hann var búinn að segja við mig að búið draumur minn rosa lengi að keppa í söngvakeppninni og svo þegar ég fæ þetta gig sko, ég valin að semja þessi lög, þá sagði ég bara ok, sem 2 lög sem ég vel þá valdi Edgar Smára og Seth Sharp til þess að syngja og svo samdi ég bara Viggul fyrir hann. Það var bara sérstaklega samið fyrir Haffa og ég sagði bara lagið, gjör svo vel og mátt syngja það og náttúrulega svo kickstartaði hans svona feril sem svona performer. Ég er með bakrættir, ég er með 5 bakrættir, ég er með gospelkór Reykjavíkur, 5 stykki. Náttúrulega heimsmæli kvarða það fólk og er með það er Hrönn og Íris og Anna Sigga, Óskar og Fanny og þau syngja sérst bakrættir og ég vil ekki gefa of mikið upp sko hvernig þetta verður en þetta verður mjög flott, að mér finnst þetta mjög flott. Ég get allavega sagt það að ég vildi leyfa laginu að njóta sín og röddinni. Ég elska að syngja live, það er eitthvað sem að ég tek mig alvarlega og ég bara, þú veist, elska að vera á sviði. Þannig að ég vildi svona leyfa því svolítið að njóta sín. Ég er ekkert með rosa mikið gimmick
Ég ætla akkurat að fara að spyrja, hvað með Eurovision gimmickið? Ég er Ekki ekki búningaskipti? með- Ekki props? Jú, ég er með fíl og tíkristýri. Nei, ég er nefnilega ekkert með neitt eitthvað rosa gimmick. Og fyrst fannst mér það svolítið skrítið að ég sem náttúrulega lagið á ensku, ég sem alla mína tónlist á ensku, en ég skil alveg vel að þeir vilja hafa þetta á íslensku bara til þess að viðhalda íslensku tungumálinu inn í þessu og auðvitað er mjög fallegt að syngja á íslensku, íslenskan er mjög falleg. Ég var mjög heppin, ég fekk Stefán Hilmarsson til þess að semja íslenska textan og ég var rosalega ánægð með hann því hann svona tók þetta konsept sem að ég var með í ensku útgáfinni og fór einhvern veginn aðeins lengra með það. Þannig að það svona skýrist mjög mikið hvað ég er að tala í enska textunum í íslenskunni. Þannig að ég var mjög ánægð með hvernig það leystist. Mér finnst öðruvísi samt að syngja það á íslensku. Það er bara, maður beitir röddina þessu öðruvísi þegar maður syngur á íslensku. Það er bara svoleiðis. Það er annað hrínandi. Já, og öðruvísi áherslur og það svona, en mér finnst mjög gaman að syngja á íslensku. Ég bara gerir náttúrulega ekkert mikið að því, ég er meira þekktari fyrir að syngja mitt jólalögin á íslensku og svoleiðis. Þannig að svona mín tónlist, frumsamda tónlist er alltaf á ensku, þannig að smá kjark og þor, það kemur bráðum, ég veit það, þú þekkir mig, við sigrum saman tvö, sumir dagar eru ókei, aðrir dimmgráir en nei, ég veit það, við finnum leið og fögnum líf.